veðrið. Herri, við erum komið með góðan gest til okkar hér inn í Skýrgerð. Við erum að halda áfram að taka á móti skemmtilegum gestum. Gísli Páll Pálsson sjálfur sem ábyggilega ekki búinn að sofa mikið upp á síðkasti. Jú, mest að hörða bara alveg. Formaður allavega undirbúningsnefndar hérna. Og í Slysavörnafélaginu, er það líka? Já, Björgunarsveitinni. Þú ert bara á vaktinni núna, eða ekki? Jú, það vantaði að vera hérna milli 11 og 2, þannig ég tók það mér og svo hittist bara þetta viðtal á, þannig að ég kem bara í peysinu og á bílnum. Já, nákvæmlega, það kemur hérna bara vel við hafi. En þú ert út allt, eða ekki? Dagstaglega í dag, eða? Já, líka dagstaglega held ég. Jú, ég vinn bæði Hverigir og Reykjavík og svo maður bara á ferðalögum og leika sér á sumrin og skjóta á haustin. Já. Þannig ég fer víða á landið. Það nóg að gera. En þú ert búin að koma undirbúningi að mótinu sem er hér í Hveragerði í dag og á morgun. Og náttúrulega í rauninni var þannig sem sett í gær, svona almennilega, eða ekki? Jú, það var keppt í línudans í gær á setningarathöfninni. Já. Virkilega gaman. Og svo búið að vera að keppa í mörgum greinum í dag og nokkrum á morgun, þannig að þetta búið að takast allt saman mjög vel til. En undirbúningun hefur staðið í rúmt ár. Við hittumst í mars eða apríl í fyrra sem sagt. Þannig að undirbúningun hefur staðið í rúmt ár og gengið mjög vel og þetta raunir allt nánast löngu tilbúið og þakka þeim fyrir sem voru með mér í nefndinni og Ómari Braga og Jóhannu og Engilbert sem hjá HSK. Þetta allt saman alveg fanta gott lið og kann þetta upp á 10 og þannig að það ekkert voðalega mikið mál að vera svona formaður svona nefndar sko. Nei, nákvæmlega, það búið kannski koma að skipulegningu líka ólíka landsmóti og Selfossi og annað, eitthvað svoleiðis. Já. En þetta víða hérna í bænum. Já, við erum á einhverjum 5-6 stöðum allavegana. Við erum búin að taka rúnt í morgun og skoðum þegar var verið að fara af stað í golfinu. Það upp í Gufudal, golfvellinum okkar. Svo var úrslitin í Boccia, var upp í Hamarshöllinni í morgun líka. Frjálsíþróttakeppnin út á Ulló eins og við köllum henni í Hveragerði, þess að Ulló þóttastöðum var. Hún hefst klukkan 3, þannig að það búið að gera alveg hreint geggjaða aðstöðu. Það var grasvöllur fyrir sko og það búið að setja þar hlaupabrautir á grasi, bara mála þar á grasi, þetta svona eins og í gamla daga. Okay. og kannski fyrir einhver sem er að keppa þarna 70-80 ára, þeir þekkja svona aðstæður. Það svona fyrir þá sem kannski þekki ekki til svona og vilja leita þetta uppi? Já, Ullaþóttastöðin er sem sagt undir Hamrinum. Þetta er sem sagt vestarlega í bænum og ef menn veit hvar Hamarinn þá Ulló bara fyrir neðan Hamar. Já, þannig að það er að keyra hans upp í bæ. Já, það er að keyra hans gegnum bæinn og svo til vestus í átt að Reykjavík og þá finna menn frjálsíþróttavöllinn okkar. Og þetta er kannski fyrsti vísirinn að frjálsíþróttavelli í Hveragerði og frjálsíþróttaaðstöð. Það er búið að setja langstökkskrifju og þarna er hægt að hlaupa 100 metra á grasi og það er spjótkast aðstæða og það vantar enda núna svo bara krínukast aðstöðu en það er sérst kúluvarps aðstæða líka. Þannig að þetta mjór mikils vísir og það er alveg rosalega fallegt umhverfi hérna undir Hamrinum og skjólgott hérna í norðanáttinu og þetta er bara, hann Benóni sem er sérgreinarstjóri þarna í frjálsum, hann sagði að þetta veri fallegasti frjálsíþróttavöllur landsins. Ég held að það sé bara dálítið til í hann, þó ég sé nú kannski ekki alveg hlutlaus. Hann nú búinn að vera í kringum all landið, hann nægt að vita það? Já, hann búinn að fara á alla frjálsíþróttavelli á landinu og víðar, en umhverfið virkilega fallegt þarna. En hvernig með þig sjálfan? Þú ert náttúrulega gelgengur eða ekki á þetta mót orðið? Jú, ég reynd maður að vaksa smá gegn sko, þannig að fólk triði, ég var 51 sko. Ég er svo unglegur eða þannig, en ég ákvað nú að taka ekki þátt í mörgum greinum sko. Ég leifa nú engin átök. Ég lögði þess að þau fóru frekar illa í körfubolta. Já, körfuboltan hinn og svo tók þegar ég hætti að geta að spila, þá fór ég að dæma í 10 ár, þannig að þau lögðust ekki við það. Þannig ég skráði mig bara í púttið með Lárus Inga vinnu mínum í fyrramálið. Já, fórum að körfuboltans hérna. Já, og þannig og hann er nú árusöld maður og ég það líka og við fáum að fara fyrstir út klukkan 9 og þá klárum við það. En á morgun er líka keppt í fleiri greinum, það er badminton og fuglagreining og svo endar mótið á morgun klukkan 1, eða með keppni klukkan 1 sem heitir stígvélakast. Og það er ansi skemmtileg grein, þá henda menn stígvéli aftur fyrir sig og reyna að ná sem lengst eða kasta sem lengst. Og ég fæ að vera, ég er sérgreinustjóri í því og ætla að reyna svona að vera kannski með einhverja smá kynningu og lýsingu á því sem fer fram og það verða svo veitt með þessi auka verðlaun sem að við fengum kjörist til að gefa. Það eru 4 flokkar, það eru 2 aldursflokkar í hvoru kyni, þannig að það eru 4 aukaverðlaun og það er nú ekki alveg kannski búið að ákveða það hvort það verði fyrir skrýtnasta kastið eða skemmtilegasta kastið eða
bara, já, ljótasta kastið eða fallegasta kastið, en það var þess að vegleg ísversla í verðlaun í hverjum aldursflokki fyrir sig fyrir svona, já, það kast sem að stendur upp úr eða þetta orða þannig. Já, en er þetta yfir eitthvað að slá eða? Nei, bara frá línu. Kasta sem lengst? Já, þetta bara eiginlega eins og kúluvarp eða spjótkast, nema að þú hendir stígvéli og Álfnaverubúðin hérna í Hveragerði, hún gaf okkur stígvél til þess að keppa og það eru svo að kvennastígvél og kallastígvél. Það er kvennastígvél nr. 39 og kallastígvél nr. 43. Þetta eru stígvélar stærðar sem við hjónin notum. Alda er 39 og ég 43. Þannig við fengum gefins frá Álfnaverubúðinni sitt gott stígvélaparið og það er opið alla helgina og við höfum að kíkja þar við og fá sér stígvél eða eitthvað annað sem vantar og síðan er mælt frá línunu að það sem að stígvéli lendir og sá sem kastar lengst hann vinnur. Og meðast þetta við 50 pluss eða? Þetta með 50 pluss, það er 50 til 69 ára og 70 ára og eldri. Og búin að vikta stígvélið og... Nei, ég er ekki búin að því og eina sem við settum í reglunum það væri banna að nota sleipefni menn geta túlkað það eins og þeir vilja þessum aldri. Það nota menn bara burða gel í staðinn? Já, það er að gefa hint Þetta er svona frekar frjálsleg keppni og þetta er meira til gammaskert og eiginlega eingöngu til gammaskert. En fyrir hlustandan, fuglagreiningin, hvernig virkar það eiginlega? Ég hef ekki gefið frá Bróa sem er Guðmundur Jónasson sem er sérgreinstjóri fuglagreiningu, en það er væntanlega það að þekkja fugla annarkort af mynd eða hljóði eða kortveggja. Og ég var nú svona að spája að fara í það því ég er nú mikill skotveðmaður og dref mikið af fuglum eða svona, já. En svo held ég kom upp að ég, það eru 30 eitthvað síðan ég tók skotpróf og ég þekki nú sennilega ekkert marga fugla nema þá sem má drepa. Já. Ég ætla að sleppa því bara. En ég ætla að kíkja fuglagreiningunum, hún er á morgun klukkan 11 í grunnskólanum og það er gaman að kíkja þangað. Já, en þið eru ekki dottið huga fyrir pönnukökubaksturinn? Nei, tengdamamma er algjör snillingur í pönnukökubakstri og ég ætla nú ekki að fara neitt að hætta mér út í það. Ég skil nú reyndar ekki í henni að ekki tekið þátt Nei. Kannski veit ekki að ég veit það ekki. En það er rosalega gott að gaman að vera dómar í því víst að pönnukökubaksturinn. Já, smakka. Ég hef aldrei fengið það jobb samt. Nei, það er spurningun að koma sér í það. En hafa kannski séð hvernig þú ert við kaffiborðið? Ég veit ekki, það getur verið En það var góð dómgrindaræðileg þá. En það er alltaf að bætast við þessu nýja keppnisgreinar og fleira. Er einhverju nýja greinar í ár sem voru ekki fyrra? Já, við vorum, ég held, ég er ekki með allt í kollinum, það var örugglega ekki fyrra strandblak og ekki þrekmót sem er hvað heitir það útlenska orðið Crossfit, já takk og það var held ég heldur ekki þríþraut strandblaki það endaði nú þannig reyndar að það er nú talsverst yngri keppendur 50 ára og þetta endaði nú, við vorum upp á strandblakvelli og það bara gekk mjög vel og gaman en ég held að það hafi ekki verið mörg lið með keppendur 50 ára eldri það var meira held ég menn bara að leika sér og hafðu gaman og þar var bara bong og blíða og gott veður og strandblakvöllurinn er við hliðin á sundlauginni þannig að það er rosalega flott aðstæða og krakkarnir fara þangað stundum á kvöldin hérna í Hveragerði og leika sér þar á strandblakvellinu. Já, ekki leiðilegt. Nei, þannig að þessar 3 greinar eru nýjar. Ég held að hinar flestar hafi verið áður. En mætingin góð, sér maður í bænum og það er komið fólk alls staðar á landinu? Já, það eru Ísfirðingar, Akureyringar, ég þekki nú svo mikið allan hringinn en ég hef þekkt fólk þaðan og það er eitthvað yfir 500 þáttakendur. Ég er nú ekki með endanlega tölu og menn hafa nú kannski aðeins verið að stelast þess að skrá sig svona síðustundu. Já. Það er besta mál. Algjörlega. Og svo náttúrulega er matur og skemmtun að dansa á Hótel Örki í kvöld? Já, klukkan 8, þá er hljómsveitin Pass og hann Hjörtur, vinur minn Benediktsson er veislustjóri sem er algjör snillingur og... Það er engin sökin af því. Nei, ég veit bara samt ekki alveg hvort hann er ennþá að herma eftir eða hvort hann sé hættu því. Hann náttúrulega náði öllum þessum köllum Stengriði Hermannsinni og Þorsteini Pálssyni og öllum þessum gaurum og það er grillveisla sem sagt að Hótel Örk grillar hún í mannskapin byrja klukkan 8 og ég veit ekki betur en það sé hægt að stelast en það með út í grunnskóla í mótsetningunni 4 og 9 minnum í miðin ég er ekki alveg það er ekki mikið nei, ekki fyrir mat og ball nei, alls ekki En Gísli Páll, gaman að fá því heimsókn. Ég hleypa þér aftur út í störfinu, bjarga fólki. Takk fyrir að bjóða mér. Já, nákvæmlega. Við hreinsum og endurnýjum allar dúnsængur og kotta. Dún og fiður frá 1959. Allt
fyrir pallin á betra verði. Blómakassar, skjólgirðingar, pallaeiningar, girðingaeiningar og auðvitað pallaefni. Húsasmiðjan, byggjum á betra verði. 100 ára afmælishátíð Líflands er haldin í öllum verslunum Líflands í dag milli klukkan 12 og 3. Frábærir afslættir, heitt á grillinu og skemmtun í boði fyrir börnin. Vonust til að sjá sem flesta. Lífland Reykjavík, Borgarnesi, Blönduósi, Akureyri og Hvolsvelli. Lakkrís. Hjúpaður unaðslegu mjólkursúkkulaði. Freyju draumur. Er ekki komið tími til að bera á pallinn? Bíkó. Gerum þetta saman. Góðan daginn, kæri nágrann.